Einu sinni var strákur sem heitir Pétur og Pétur ekki hræddur við Úlfa. Og Pétur segir úlfurinn, hann kemur aldrei. Jú, hann kemur. Pétur, já það hér og ég ekkert hræddur því að úlfurinn, hann kemur aldrei. Jú. Hann segir svona. Úlfurinn heyrir þetta. Úlfurinn heyrir þetta og hann hugsar, þarna á nú heimsku strákur heima sem heldur að ég sé bara ekki að fara að koma. Ég hugsa það væri kannski bara skemmtilegt. Hérna kannski fara bara á hæðan. Nei, borðan. Borðan, já. Hann fín. En hver ætla að vera úlfurinn? Ég vil vera Pétur. Ég vil vera afi hann. Ég vil vera Það úlfurinn. Ég Pétur. Þú Pétur, þú afi. Ég Pétur líka. Kísan, hver fuglinn? Ég Pétur. Fuglinn. Hann Það líka vantar veiðumaður, hann verður að bíða með að vera Pétur. Þú ert veiðumaður. Það vantar líka, það öndun. Hver þori að láta éta sig af úlf? Af því að öndun, þið veitir hvernig það fór. Hann líka. Hann þori. Ég veit á hvernig. Heyrðu, nú skulum við sjá. Það ég og ég ekkert hræddur því að úlfurinn, hann kemur aldrei. Úlfurinn kemur aldrei. Úlfurinn kemur aldrei. Viltu sýna þú bara svona? Ég ætla að sýna ykkur hérna. Hér hann. Úlfurinn er bara svona. Hér Pétur, já. Hann Pétur. Og hann vaknaði mjög snemma. Viltu hérna segja nöfnin sem koma? Ég ætla að segja nöfnin sem koma. Hér situr upp í tré, situr fugl. Hún vaknaði líka mjög snemma. Hún segir, góðan daginn vinur, yndislegur dagur við erum kátt og glöð í Hún ekki að segja með mig. sól í dag. Segir hún það ekki við þig? Hún á að segja Hann segir það, góðan daginn. Halló vinur, kallar hann til fuglsins. Viltu kalla til hennar? Hæ, vinur. Góðan daginn. Yeah. En nú skulum við sjá. Hver líka að vakna og segja bra bra? Og hvað þú? Vaknaði og hugsaði, vatnið svo slett í dag. Ég ætla að fara að synda á tjörninni. Viltu gera það, synda á tjörninni? Bra bra. Ég fer að synda á tjörninni. Vatnið svo slett í dag. Kann þú að synda? Þú fugl sem kann að synda. Já, hún kann það mikið. Þú kann ekki að synda, en hún kann að fljúga. Hún fugl sem kann að fljúga. Og ég þarf nota stafn. Og nú skulum við sjá. Hérna sjáum við að rífast. Munið þið hvernig þau voru að rífast? Hvernig fugl þú sem kann ekki að synda? Já, það. Hvern konar fugl sem kann ekki að fljúga? Og svo var ég kann víst að fljúga. Nei, jú. Svo voru þau að rífast svo mikið. Og að því að þau voru að rífast svo mikið, þá voru þau ekki að taka eftir því að ekki úlfurinn, einhverju sem sagði læðist hér, læðist þar. Fuglinn vil ég fá og vonandi fer enginn hér að kjafta frá. Og það var kötturinn. Hún var vaknuð. Hérna kemur hún. Þetta er bara dúkkur. Já, en ekki hér. Hérna alvörinu köttur. Og hann svo hendina hann segi, nei, ég kemst ekki út af vatnið. Svo horfði hún á fuglinu. Og segi, kannski fuglinn, ég veit þá fuglinn. Vonandi enginn hér að kjafta frá. En hver situr hérna og lesir bók og kjafta frá og kalla Pétur. Og Pétur hann kallaði. Hvað kallaði Pétur? Gætuðinn, hér köttur á kreiki. Kötturinn að koma. Viltu vara fuglinu við? Já. Viltu kalla gætuðinn? Gætuðinn. Og fuglinn flaug upp í tréð. Hann Og kötturinn, já, bara smá.
En eins og stendur, það þorir kötturinn ekki alveg upp í tréð. Það er ekki fyrir að úlfurinn kemur, þá verður hann svo hræddur að hann hleypur upp í tréð. En núna situr hann bara, núna ætlar hann bara að bíða hérna eftir. Og segir, gættu þinn! Fugl. Þarna kemur afi. Og hún er rosalega reið. Afinn er reiður og segir, Pétur minn, ég búinn var að segja þér að þú átt að vera hér hjá húsinu. Þú leikur þér bara á pakkinu, en þú brýtur regluna. Hann brýtur regluna, afi svo reiður. Þegar afi vaknaði, þá tók hann eftir því að Pétur var ekki í rúminu sínu. Og hann lokaði alls ekki sér. Hann lokaði ekki með sinni lífi. Já, Og afi segir og hann fór líka út á að það er úlfurinn skóla. Já, svo gaman. Það var svo gaman. Það er úlfurinn skóla. Þú sér munnin á honum, svona talar hann einmitt. Þetta var vel gert. Það er úlfurinn skóla. En Pétur, hvað svarar þú? Heldur þú að úlfurinn sé að fara að koma? Nei. Nei. Þú segir, nei afi, úlfurinn kemur aldrei. Jú. Nei. Einmitt. Og afi tekur Pétur í kragan og tóðast hann með sér inn, kannski tekur hann bara í höndina af hann frekar. Og tóðast hann aftur inn í húsið, komdu með þér inn í húsið. Og afi lokar liðið og læsir það meira, segir heldur. En afi fer inn til að sofa, en Pétur, hann fer að klifra í tré sem er í garðinum. Og hann, hérna sjáum við. Út úr skóginum ég kem svo gættu þín. Hver kemur hérna? Úlfurinn. Út úr skóginum ég kem svo gættu þín. Þú kannst ekki hérna, Pétur, þú náður kannski. Og hér er þú. Ertu svangur? Kom ég. Það fór ég. Og þá skulum við sjá. Kötturinn verður svo hræddur, hann hleypur í tréð og Ég er að þjóta. öndin. Og manstu hvað kom fyrir þér núna? Núna baðaði úlfurinn öndina. Ó nei, sjáðu, hérna sjáum við það. Úlfur er að horfa beint á önd og kemur nær. Nei, hann hefði bara átt að vera hér í vatninu en hann fer að hlaupa upp. Hlauptu, úlfurinn kemur. Og við veitum hvernig þetta endaði til miður. Þá endaði það með við öndlendur í maður af úlfurinn. Það elskar hún. Ripi. Ripi Ég hérna. verð að kenna. Og Í trénu. hvað á fuglinn að gera við úlfinn? Á ekki fuglinn? Þú fer að fljúga í kringum hérna hausinn af henni. Já, Og hún glefsir og reyna að ná þig en hún nær þig aldrei og þú verður að passa þig. Ég er Ripi. Eða þetta bara fótinn eða höndina. Vel gert hjá fuglinn. Veiðimaðurinn kemur, bang, með byssuna sína. Bang, við skjótum hann nú með bang, bang. En þá kallar sig, nei, ekki skjóta úlfinn. Búin að veiða hann. Og hvert ætlaðu að fara með hann? Í dýragarðinn, ef við sjá hvernig skrúðgangan er. Fremst, henni er nefnilega veiðimenninu með stóru byssuna. Fremstur er hann Pétur. Þú fremstur, svo kemur veiðimenninu sem er að halda úlfinn í bandi, þannig þú mátt láta bandi. Svo kemur kötturinn, afi og fuglinn og öndin er í maganu. Sjá hvað við getum gert skrúðganguna.